Ég býð ykkur hér velkomin til 312. fundar sveitarstjórnar Rangárþings eystra og set hér með fundinn og óska eftir athugasemdum við fundarboð ef einhverjar eru. Ef svo er ekki þá ætla ég að lesa hér upp þá sem eru staddir á fundinum í fundarsalnum. Það Anton Kári Halldórsson, Rafn Bergsson, Sigríður Karolína Viðarsdóttir, Árný Hrund Svavarsdóttir, Bjarki Oddsson, sá sem hér stendur, Tómas Birgir Magnússon, Guri Hildstad Ólafsson, Margrét Jóna Ísólfsdóttir sem ritar fundinn og Árný Lára Karolsdóttir sem sér útsendingu og tæknimál. Og þá göngum við bara til dagskrár og fyrsta mál á dagskrá minnisblað sveitarstjóra 13. apríl 2023. Gjör svo vel, Anton Kári. Takk fyrir það, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég ætla að renna hérna minnisblað sem lagt fram á fundi hér í dag. Fyrir það fyrsta, auglýsing lóða í miðbæ Hvolsvallar. Lóðir í nýju miðbæ Hvolsvallar voru auglýstar lausar til úthlutunar með umsóknarfresti til og með 31. mars núna 2023. Byggðarráð sem fer með úthlutun lóða sveitarfélagsins ákvað að lóðirnar skyldu auglýstar sem ein heild. Tilgangur þess var meðal annars að fá einn og sama aðilann til þess að byggja öllum lóðunum, auka samræmi bygginga og flýta framkvæmdum. Það bar aðeins á því í umræðu lóðaúthlutun að fólk taldi að búið væri að hanna þær byggingar sem þar eiga að rísa. En svo langt verkið ekki komið. Gildandi skipulag setur ákveðnar kvaðir notkun, stærð, hæð, form og fleira. Síðan það í höndum lóðarhafa að hanna byggingar sínar í samræmi við gildandi skipulag skilmála. Ánægjulegt að segja frá því að það barst 3 umsóknir í lóðirnar. Byggðarráð mun á næsta fundi sínum yfirfara þær umsóknir og ákveða með næstu skref varðandi úthlutun þeirra. Dagana 27. til 29. mars hélt sveitarstjórn íbúafundi í félagsheimilum í dreifbýli sveitarfélagsins. Tilgangur fundana var að ræða framtíða möguleika félagsheimila og einnig var framkvæmdastjóri Sorpstöðvar Rangárvallasýslu með erindi á fundinum varðandi sorpmál í sveitarfélaginu. Fundirnir voru vel sóttir af íbúum og sköpuðust líflegar og gagnlegar umræður. Í Rangárþingi eystra eru 6 félagsheimili. Flest þeirra eru í sameiginlegri eigu sveitarfélagsins og félagasamtaka. Það leikfélags, kvenfélags og ungmennafélags. Og fer sveitarfélagið með stærstan eignarhlut í þeim öllum og sér daglegan rekstur þeirra. Staða þessara félagsheimila mjög misjöfn varðar nýtingu, ástand, aðbúnað og fleira. Rekstur þessara félagsheimila var neikvæður upp á 40 milljónir á síðasta ári og einnig ljóst að viðhald þeirra flestra verulega ábótavant. Á nýafstöðnum íbúafundum komu fram margar góðar hugmyndir hvernig auka megi nýtingu og framtíða möguleika þessara húsa og nú það þá eiganda og íbúa að vinna saman að því verkefni. Rétt að benda á að til stendur einnig að halda sambærilegan fund í félagsheimilinu Hvoli á næstu viku. Þann 22. mars síðastliðinn var undirritaður nýr samstarfssamningur við björgunarsveitina Dagrenningu. Nýr samningur styður betur við það frábæra og mikilvæga starf sem björgunarsveitin sinnir hér í okkar sveitarfélagi. Fyrir utan það að vera ávallt tilbúin þegar eitthvað bjátar á, oft í mjög erfiðum og krefjandi aðstæðum, aðstoðar björgunarsveitin sveitarfélagið við hina ýmsu viðburði. Nýr samningur felur einnig í sér aukinn stuðning til unglingadeildarinnar ýmis, þar sem unnið öflugt starf við mótun björgunarsveitafólks framtíðarinnar. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga var haldið í Reykjavík þann 31. mars. Rangárþing eystra átti 3 fulltrúa á þeim fundi. Helstu umræðuefni þingsins sneru meðal annars að kjaramálum, en Samband íslenskra sveitarfélaga fer með umboð til kjarasamningsgerðar fyrir flest öll sveitarfélög landsins. Einnig voru húsnæðismál í brennidepli, en uppbygging hagkvæms húsnæðis farin að standa mörgum sveitarfélögum fyrir þrifum. Vettvangur líkt á Landsþing Sambandsins mikilvægur vettvangur fyrir okkur sveitarstjórnarfólk til að bera saman bækur okkar og ræða málefni líðandi stundar. Því flesta sveitarstjórnir landsins standa frammi fyrir sömu áskorunum og gott að nota vettvang sem þennan til fræðslu og til að miðla þekkingu. Líkt og dagskrá þessa sveitarstjórnarfundar ber með sér mikið að vera í skipulagsmálum í sveitarfélaginu.
Sjaldan eða aldrei hefur annað eins magn skipulagsmála verið til afgreiðslu hjá sveitarfélaginu líkt og síðustu mánuði. Málin af ýmsum toga, snerta bæði þéttbýli og dreifbýli, íbúðarhúsnæði, frístunduhús og atvinnutengda starfsemi. Skipulagsmál í eðli sínu frekar flókin og verið að taka mikilvægar ákvarðanir til framtíðar. Því tekur skipulagsferli oft ansi langan tíma. En með vönduðum vinnubrögðum bæði skipulagsnefndar og sveitarstjórnar líklegt að niðurstaðan verði farsæl. Fjöldi skipulagsmála sem til afgreiðslu ágætis mælikvarði á það sem framundan í sveitarfélaginu varðar uppbyggingu. Því ljóst með við þann fjölda mála sem til afgreiðslu að fólk hefur trú á Rangárþingi eystra og framtíðinni hér. Framkvæmdir við gatnagerð á æskuslóð nú hafnar. Að ræða nýja götu við leikskólann Ölduna ásamt gerð bílastæði við skólann. Áætlað að verkinu verður lokið ekki síðan en 1. júní 2023. Framkvæmdir við leikskólann Ölduna ganga vel og afhending húsnæðisins áætluð nú í byrjun maí. Nú nýlega var boðin út lóðafrágangur við leikskólann og verða tilboð opnuð þann 27. apríl. Áætluð verklok lóðafrágangs þann 15. ágúst. Gatnagerð við Bæjarbraut aftur komin á fullt skrið eftir vetrardvala og vonast til þess að henni ljúki nú á næstu vikum. Útboð á gatnagerð 3. áfanga Hallgerðartúns hefur verið auglýst og verða tilboð opnuð þann 18. apríl. Áætluð verklok þar þann 15. september. Með þeirri gatnagerð opnast á úthlutun lóða fyrir 10 íbúða fjölbýlishús, 2 raðhús, 4 parhús og 7 einbýlishús, samtals 32 íbúðir. Það var gaman að sjá lífið í Rangárþingi eystra nú nýliðna páska. Fullt af fólki út allt og þó að veðrið hafi kannski ekki alveg verið eins og best verður á kosið var ýmislegt við að vera. Mikið líf og fjör var í íþróttamiðstöðin okkar yfir páskana. Opnunartími var lengdur og íþróttasalur opinn upp á gátt fyrir gesti og gangandi. Mikill fjöldi fólks nýtti sér þessa frábæra aðstöðu okkar sér til skemmtunar og heilsubótar og vil ég koma framfæri kæru þakklæti til starfsmanna íþróttamiðstöðar fyrir að standa vaktina með miklum sóma alla páskana. Og að lokum nú styttist í sumarið hefði innreið sína og fyrsti dagur sumars í næstu viku. Að sjálfsögðu tökum við öll fagnandamóti því eftir langan vetur. Hjá sveitarfélaginu verið í óðaönn að plana verkefni sumarsins og að nóg að taka. Að lokum óska ég ykkur öllum gleðilegs sumars. Takk. Fyrir þetta andakori, einhverjir sem vilja tjá sig hér. Bjarki, gjörðu svo vel. Takk Oddviti og takk sveitarstjóri Anton Kári fyrir þessu fína yfirferð. Það virkilega ánægjulegt hversu mikið líf í samfélaginu okkar og sveitarfélaginu öllu og uppbyggingin gríðarleg. Mér langar í því samhengi að spyrja út í heimtur að gatnagerðargjöldum í fyrsta áfanganum í Hallgerðartúni. Og í því samhengi væri fróðlegt að meta hvort ekki væri efni til þess að ráðast í útboð á lokafrágangi á fyrsta hluta Hallgerðartúns í ljósi þess að framkvæmdum fleygir áfram og mörgum íbúum og verktökum farið að lengja eftir fullnaðarfrágangi götunnar. Það ljóst að framkvæmdir hafa gengið hraðar en nokkur þorði að gera ráð fyrir og dráttur á fullnaðarfrágangi hamlandi bæði fyrir íbúa og verktaka sem margir geta ekki klára verk sín fyrir en við höfum gengið frá með yfirborðsframkvæmd. Verktakar bíða eftir greiðslum því að þeir geta ekki gengið frá lóðunum og öðru fyrir en að við erum búin að ganga frá. Og ég velti því fyrir mig hvort og bara velti því fram hvort við ættum að ráðast í útboð á yfirborðsfrágangi í sumar. Eða fyrir sumar. Takk. Takk fyrir Bjarki. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það Bjarki. Þetta vissulega rétt og við gerðum í fjárhagsáætlanagerð hjá okkur gerðum við ekki ráð fyrir yfirborðsfrágangi við Hallgerðartún nú í sumar, það á næsta ári. En ég held að þetta sé bara eitthvað klárlega sem við þurfum að skoða á næstunni. Ef að Hallgerðartún byggist upp núna fljótt og maður kannski bjóst við því að einhverjum lóðum yrði skilað að myndi hægja á bara miðað við stöðuna í þjóðfélaginu, en það virðist ekki vera að gerast. Og núna þær lóðir sem var úthlutað núna síðast þær voru að detta á tíma nú mánaðamótin og eftir minni bestu vitundinni engum þeirra skilað, heldur fólk að fara af stað á þeim lóðum.
Þannig að ég held að það sé alveg klárt mál að við eigum að skoða hvort það sé skynsamlegt að fara í yfirborðsfrágang. Við förum í leikskólagötunni, að þar yfirborðsfrágangur inn í tilboðinu og þá væri jafnvel hægt að nýta þá aðila sem komið þær malbiksframkvæmdir upp á góð verð og annað. En þetta eitthvað sem við þurfum að skoða. Takk Anton Kári, fleiri sem að vilja sjá sig hér. Ef svo ekki að þá göngum við til annars dagskrárliðar á fundinum og það breyting á samþykktum stjórn sveitarfélagsins Rangárþings eystra. Lögð fram tillaga stjórnar félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu breytingar á samþykktum stjórn og fundarsköp aðildarsveitarfélaga byggðasamlagsins sem lýtur að nauðsynlegu ákvæði framsal á vald til fullnaðar afgreiðslu barnaverndarþjónustu. Viðbót þessi verði í formi viðauka við samþykktir sveitarfélaga. Einhver sem vilja sjá sig hér? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar sveitarstjórn vísar breytingu á samþykktum til síðari umræðu í sveitarstjórn. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá það þriðji dagskrárliður, það Bergrisinn uppfærðar samþykktir 2023. Á auka aðalfundi Bergrissans 20. febrúar 2023 voru samþykktar nýjar samþykktir félagsins. Lagðar fram til seinni umræðu nýjar samþykktir Bergrissans IS. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá ber ég fram eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti nýjar samþykktir Bergrissans. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í fjórða dagskrárlið, það Seljalandsfoss reglur stöðureyti og gjaldtöku. Á 229. fundi byggðarráðs var málið tekið fyrir, eftirfarandi bókun var samþykkt á fundinum. Gjaldskrá bílastæða gjalda við Seljalandsfoss hefur verið óbreytt frá upphafi gjaldtöku árið 2017. Byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að gjaldskrá vegna bílastæðagjalda við Seljalandsfoss verði eftirfarandi. Einkabílar og jeppar, krónu 900, jeppar, hópferðabílar að 8 farþegum, krónur 1000, hópferðabifreiðar að 19 farþegum, krónur 1800, hópferðabifreiðar 20 farþegar og fleiri, krónur 3500. Einhverju sem vilja sjá sig hér? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Ég kem rauninni bara hérna upp því ég átta mig ekki alveg á. Ég sá gögnin til grundvallar liggur fundargerð frá einkahlutafélagi. Ég átta mig ekki alveg að við ætluðum að reyna að stofna rekstrarfélag sem hefur ekki gengið og í þeim hópi áttum við 2 fulltrúa í vinnuhópi til stofnunar rekstrarfélags. Það voru Lilja og Anton Kári. Anton Kári fundar með þessari stjórn. Það gengur ekki að stofna rekstrarfélagi. Samt erum við þessi stjórn að leggja til hækkun á rukkun þarna. Fyrir liggur að verður ekki farið í neina framkvæmdir, það bara helst kannski einhvers konar nauðsynlegt viðhald fyrir að félagið verður stofnað, eða ég hef svona skilið það þannig. En ég skil ekki alveg af hverju verið á að fara að hrófla í gjaldtökunni þegar allt í pattstöðu varðandi stofnun rekstrarfélagsins. Ég myndi vilja setja meiri kraft í að klára það og ég veit að okkar ágætu fulltrúar hafa, og ég ekki að álasa þeim, þeir hafa lagt sig fram við það, en ég held að við ættum að leggja ennþá meiri kraft í það og ekki vera að hrófla í gjaldtökunni fyrir að við í rauninni
erum búin að stofna rekstrarfélagið og við getum farið að móta einhverja stefnu í hvað á að nota þessa peninga. Þessi peningar er ekki bara að safnast upp. Takk fyrir. Fyrir Bjarki, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir, oddviti, sveitarstjórnarfulltrúar. Það er laukrétt og eins og sveitarstjórnarmenn og íbúar væntanlega þekkja að þá hefur verið erfið fæðing að koma á þessari stjórn og á þessu félagi með landeigendum. Og ég bind nú miklar vonir við, og ég hef sagt það nú oft áður, að þetta sé nú alveg að koma, en staðan er allavega sú að við erum klár hvað okkar megin varðar og erum bara klári að fara af stað þegar að stjórn landeigandafélagsins sem við ætlum í samvinnu með eru klárir. Þetta kemur í kjölfar þess að því að við erum nú þegar með undirritað samkomulag sem er samþykkt af sveitarstjórn. Og þar kemur fram í 10. grein þess samkomulags: stjórn rekstrarfélagsins ákveður árlega þjónustugjöld fyrir deiliskipulagða svæði, þar með talið bílastæðagjöld, en miðað er við að gjaldheimta breytist við minnsta í takt við árlegar breytingar á vísitölu neysluverðs. Vissulega er talað þarna stjórn, en sú stjórn er ekki náttúrulega komin á laggirnar eins og ég var að fara yfir. En mér finnst í rauninni alveg sjálfsagt að endurskoða þessa gjaldskrá og þessir peningar sem þarna verða til, þeir nýtast til rekstursvæðisins í dag og verða gott kapital fyrir okkur líka þegar við náum þessu saman að geta byrjað vel og vandlega og sett mikinn kraft í að byggja upp svæðið samkvæmt gildandi deiliskipulagi. Þannig að ég legg til að við samþykkjum þessa hóflegu hækkun á bílastæðagjöldum og við erum samt sem áður undir öðrum sambærilegum svæðum og þannig að ég legg til að við samþykkjum þessa hækkun líkt og byggðarráð samþykkti. Takk. Takk Anton Kári. Eru fleiri sem að vilja sjá sig hér? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillögu byggðarráðs um breytingu á gjaldskrá og felur sveitarstjóra að birta hana í B-deild stjórnartíðinda. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það er þeir sem eru á móti samþykkt með 5 atkvæði. Þykist aðeins útsýni hérna hjá mér, þannig ég sé þetta ekki alltaf alveg. Þá erum við komin í 5. dagskrárlið. Það eru almenningar óskum. Sátu hjá, já. Þá erum við komin í 5. dagskrárlið, almenningar óskum styrk til landgræðslu 2023. Lagt fram erindi landeigenda á almenningum þar sem er óskað eftir styrk að upphæð 300.000 krónur til landgræðslu og almenningum. Er einhverjir hér sem vilja tjá sig undir þessum lið? Ef svo er ekki, þá legg ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir að veita styrk til landgræðslu og almenningum að upphæð 300.000 eins og undanfarin ár. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er það 7. dagskrárliður, það er skýrsla íþróttasvæði, drög. Á 57. fundi heilsu íþrótta- og æskulýðsnefndar var skýrsla íþróttasvæði tekin fyrir. Eftirfarandi bókun var samþykkt af nefndinni. HÍ nefnd leggur til við sveitarstjórn að hafin verði vinna við hönnun á fjölnota íþróttahúsi fyrir sveitarfélagi. Er einhverjir hér sem vilja sjá sig varðandi þetta? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk oddviti. Þannig að mér langar að koma upp undir þessu lið að ég er í rauninni út af þetta að ég er í megin dráttum sammála því sem að kemur fram í þessari tillögu en mér finnst í rauninni samt sem áður vera að leggja til að við förum í hönnun byggingar eða hönnun framkvæmda sem við erum ekki búin að taka ákvörðun um. Þetta er ekki á dagskrá
fjárhagsáætlun og við erum í rauninni ekki búin að taka afstöðu til þessi sveitarstjórn hvað við ætlum okkur að gera. Þannig að mér finnst frekar erfitt að samþykkja að fara í hönnun fyrir en að við erum búin að taka heildstæða ákvörðun hvað við ætlum að gera með íþróttamannvirki, hvernig íþróttamannvirki við ætlum að láta hanna fyrir okkur og hvað það má kosta. Þannig að ég er hlynntur því að við förum í uppbyggingu á íþróttasvæðinu en ég held að við þurfum að byrja að taka þessa ákvörðun áður en að við förum að óska eftir tilboðum í hönnun á mannvirkinu því að sko það er oft talað að skýrslurnar sitja upp í hillu og það eru unnar flottar skýrslur og þær sitja bara upp í hillu eins og þessi ágæta skýrsla sem ágreinilega ekki að láta sitja upp í hillu en ég er eiginlega frekar til í að sitja uppi með skýrsluna í hillunni og hreyða heldur en að sitja uppi með skýrslu og hönnun á mannvirki sem ekkert verður við gert. Þannig að ég bara legg til að við tökum bara heildstæða ákvörðun, byrjum strax, mótum okkur stefnu hvert við ætlum, gerum vel í því og látum svo ráðast í hönnun á því mannvirki sem við ákveðum að byggja. Takk. Takk fyrir Bjarki. Já, ég ætla að taka til máls undir þessum lið. Ég held að sé bara mjög mikilvægt að við svo sem höldum áfram með þetta verkefni og eins og Bjarki kom inn á að þá liggur fyrir ágæt skýrsla sem unnin var af íþrótta- og æskulýðsnefndinni. En áður en að við kannski stígum dýpra inn í þetta þá þurfum við svo sem að átta okkur á því kannski betur einmitt hvernig mannvirki eða hvað við þurfum að hafa í því sambandi. Þannig að ég held að það sé svo sem bara kannski svolítið næsta skref að marka þetta betur og þarf að greina þá nákvæmlega hvað þarf áður en að farið í að halda áfram. En þetta er þarft verkefni og ég held að við eigum að reyna að halda því áfram eins og mörgum fleiri góðum verkefnum í sveitarfélagi. Eru fleiri sem vilja taka til máls hér? Rafn, gjörðu svo vel. Takk fyrir Oddviti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Vissulega er þetta þarft verk og ég held að sé allir sammála um það að okkur langar að byggja upp sem mest fyrir íþróttirnar og unga fólkið okkar og allt það. Mér hins vegar finnst þetta engan veginn bara tímabært. Það eins og Bjarki kom inn á þá er nú sveitarstjórn ekki búin að taka neina afstöðu til þess hvort og hvenær á að fara í þessa byggingu. Skýrslan nýtist vissulega við þá ákvarðanatöku. Við erum á síðustu metrunum við stærstu fjárfestingu sem við höfum ráðist í leikskólabyggingu. Við erum ekki ennþá komin endanlega með tölu hvað það kostar okkur. Við erum á miklum verðbólgu tímum og það er nú svona tala til sveitarfélaga og opinbera aðila að svona frekar að draga úr framkvæmdum en hitt. Þannig að mér finnst þetta bara engan veginn tímabært að vera með hugleiðingar eitthvert hönnun á íþróttahúsi. Svo þurfum við þar fyrir utan þarf sveitarstjórn á einhverjum tímapunkti að taka ákvörðun og forgangsraða hvað verður næsta stóra framkvæmd. Er það fjölnota íþróttahús eða ætlum við að fara í eitthvað annað? Þá umræðu þurfum við að taka og mér finnst bara algjörlega galið að vera að fara að starta einhverju vinnu við hönnun áður en það liggur fyrir hvert við stefnum og hvað verður næsta framkvæmd sem við förum í. Mín skoðun er nú líka svolítið, kannski er ég komin út fyrir efni þá, en eins og ég sagði áðan, við erum að klára þessa stóru framkvæmd sem leikskólinn er. Mér finnst við ættum aðeins að hægja á okkur og ná áttum, ef svo má segja, og kannski á næstunni einbeita okkur svolítið að innviðum. Eins og kom fram hér í óformlegu spjalli áðan, götur þarnast og það er nú erindi hér varðandi vatnsveitu og fleira. Mér finnst svona við ættum kannski að horfa á innviði alveg á næstunni. En ekki fleiri en þar að auki finnst mér kannski að þessi umræða ætti þá frekar heima bara inn í vinnu við fjárhagsáætlun í haust þegar við förum að horfa lengra fram í tímann og ætti betur heima þar. Takk fyrir. Takk fyrir Rafn. Já, ég held að þetta svo sem langhlaup eins og fleiri verkefni sveitarfélagsins og ég held að sé allt í lagi að kafa aðeins dýpra í þetta og við áttum okkur betur á
á þörfinni og hvernig við ætlum að byggja upp. Og þessi verkefni eins og önnur taka langan tíma, þannig að ég held að það sé ágætt bara að halda áfram án þess þó að við séum að skuldbinda okkur eitthvað fjárhagslega strax. Fleiri sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki, ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn óskar eftir sameiginlegum fundi með heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefnd þar sem rætt verði hvernig best sé að standa að verkefninu og framgangi þess. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Þeir sem eru á móti. Já, það samþykkt með, eins og lengi að telja, það eru 5 atkvæði, 1 á móti og 1 situr hjá. Já, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel fyrir. Takk fyrir oddviti. Mér langar bara að gera grein fyrir atkvæði minni. Ég greiði á móti þessu bókun á því bara ljósið sem hefur komið fram hérna í umræðinni. Mér finnst þetta bara ekki tímabært. Mér finnst þetta ekki tímabært og skil ekki alveg tilgangi við að funda með heilsu-, íþrótta- og æskulýðsnefnd á þessu tímapunkti þegar við erum ekki búin að ákveða hvort eða hvenær við ætlum að byggja upp frekari íþróttamannvirki. En ég tek undir það sem Rafn sagði, við þurfum að setja okkur stefnu til lengri tíma varðandi fjárfestingar og uppbyggingu í sveitarfélaginu okkar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guri. Þá förum við yfir í 7. dagskrárlið á fundinum. Það ársreikningur brunavarna Rangárvallasýslu 2022. Lagður fram til samþykktar ársreikningur brunavarna Rangárvallasýslu 2022. Einhver sem vilja tjá sig hér? Svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti ársreikning brunavarna Rangárvallasýslu 2022. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd og hann samþykktur samhljóða. Þá það 8. dagskrárliður, það svæðisskipulag, minnisblað, fjárhagur verkefnisins. Lagt fram minnisblað fjárhag verkefnisins svæðisskipulag Suðurhálendis. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti. Ég ætlaði bara svona rétt að fylgja þessu eftir. Þetta sem sagt tillaga sem kemur þá frá stjórn svæðisskipulagsnefndarinnar. Þegar við lögðum að staði í þetta verkefni með 11 sveitarfélögum á Suðurlandi í 2019 þegar samþykkt og fyrsta kostnaðaráætlun leit dagsins ljós 2020. Hljóðar bara einhverja 50 milljónir. Ég ætlaði bara svona rétt að útskýra, það kemur náttúrulega fram í meðfylgjandi gögnum hvers vegna hækkun kostnaðar að ræða. Verkefni varð í rauninni bara mun umfangsmeira heldur en til stóð í upphafi og farið miklu nánari greiningar á landnotkun og þurftum svolítið að finna upp hjólið í því. Ásamt því náttúrulega að verkefni sýnt bara mikill áhugi og núna þegar verkefnið var kynnt, bara til gamans má nefna þá komu 44 umsagnir og bara virkilega góðar, þannig að frá hinum ýmsu aðilum, hagsmunasamtökum, félagasamtökum og einkaaðilum. Þannig að vinnan bara umfangsmeiri, hún mikilvæg og þetta á eftir að nýtast okkur til framtíðar. Upphaflega áætlun okkar í þetta verkefni var rétt rúmlega 1,5 milljón en verður þá uppreiknuð 2,5 milljón. Sem sagt þetta kostnaðarauki 1 milljón og deilist þá niður á núna næstu 2 ár. Þannig að ég bara vona sannarlega að þessi tillaga verði samþykkt af því að verkefnið mjög mikilvægt. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja taka til máls hér? Ef svo ekki, þá ætla ég að bera eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir útgjöld vegna svæðisskipulags Suðurhálendisins 2023, enda rúmast fjárhæðin innan fjárhagsáætlunar sveitarfélagsins. Þeir sem þetta samþykkja réttu upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá
9. dagskrárliður, það er afrekshugur. Á 20. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var eftirfarandi bókað um málið. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að staðsetning styttunnar verði í samræmi við upprunalegu tillögu, samþykkt með 7 atkvæðum, BO, GHO, GO, AR og EE á móti BO og KH. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo er ekki, þá ætla ég að lesa upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsnefndar og staðsetning styttunnar verði í samræmi við upphaflega tillögu. Þeir sem það samþykkja rétt við hönd, það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 11. lið og það er aðalskipulag Brúnir 1 breyting. 10. Fyrirgefið 10. 10. lið, ég ætla ekki að hlaupa hérna yfir neitt. 10. lið, það er aðalskipulag Brúnir 1 breyting. Að ræða breytingu á skilmálum og verslunar- og þjónustusvæði VF 17 á lóðinni Brúnir 1 L22 75 90. Heildar byggingamagn eykst úr 340 fermetrum í 700 fermetra. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og að hún verði send Skipulagsstofnun til athugunar fyrir auglýsingu í samræmi við 3. málsgrein 20. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði send Skipulagsstofnun til athugunar fyrir auglýsingu í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd, samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í 11. dagskrá. Það er deiliskipulag Brúnir 1 breyting. Að ræða breyting á skilmálum á verslunar- og þjónustusvæði VF 17 í landi Brúna 1 L22 75 90. Heildar byggingamagn eykst úr 340 fermetrum í 700 fermetra. Svæðið stækkar úr 1,6 í 1,8 hektar og við bætast 3 nýir byggingarreitir. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Þá er það 12. dagskrárliður, aðalskipulag Steinar 1 breyting. Að ræða breytingu á landnotkun á hluta jarðarinnar Steinar 1 L 16 37 21 og lóðarinnar Hvassafell 2 samtals að stærð 107,6 hektarar L21 96 54 úr landbúnaðarlandi L í verslunar- og þjónustu VF. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framkomna lýsingu aðalskipulagsbreytingar og hún verði kynnt almenningi og öðrum hagsmunaaðilum í samræmi við 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Einhver sem vil tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá les ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu aðalskipulagsbreytingar og hún verði kynnt almenningi og öðrum hagsmunaaðilum í samræmi við 1. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 13 á dagskrá, það er deiliskipulag Steinar 1. Steinar Resource EHF óskar eftir heimild til deiliskipulagsgerðar í samræmi við meðfylgjandi skipulagslýsingu.
Gert ráð fyrir því að 107,6 hektara svæði jarðarinnar Steinar 1 L 163721 verði skilgreint sem verslunar- og þjónustusvæði. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi máli. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir lýsingu verkefnisins og hún verði kynnt almenningi og hagsmunaaðilum í samræmi við 40. grein skipulagslaga númer 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og að hún verði kynnt almenningi og hagsmunaaðilum í samræmi við 40. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem samþykkja réttu upp hönd og það samþykkt samhljóða. Þá það 14. dagskrárliður. Það eru skurðamál í Rangárþingi eystra. Á 20. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var eftirfarandi bókað málið. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að reglur framkvæmd upphreinsunar skurða verði yfirfarnar með tilliti til meðfylgjandi greinargerðar. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Rafn, gjörðu svo vel. Takk fyrir Oddur. Ég bara fagna þessu erindi. Þetta ákveðið hagsmunamál fyrir okkur í dreifbýlinu og þetta hefur ekki verið í nógu góðu farvegi. Það að segja utanumhaldið og skipulagið á þessu og ég fagna þessu og hvet okkur bara til þess að gera alvöru úr því að koma þessu í betra horf í eitt skipti fyrir öll. Takk. Takk fyrir Rafn. Fleiri sem vilja tjá sig hér? Svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir að reglur framkvæmd upphreinsunar skurða verði yfirfarnar, embætti skipulags- og byggingarfulltrúa verði falið að vinna að málum. Þeir sem samþykkja þetta réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 15. dagskrárliður. Það vatnsveitumál í Rangárþingi eystra. Vatnsveitur sveitarfélagsins eru komnar til ára sinna og mikilvægt að skýra reglugildi umgengni við þær þannig að þær endist sem best. Þjóni sem best notendum og fari eins vel með vatnið og kostur Einnig nauðsynlegt að meta og forgangsraða framkvæmda þörf á næstu árum eins og lög gera ráð fyrir. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til sveitarstjórn að samin verði framkvæmdaáætlun fyrir vatnsveitur sveitarfélagsins. Einhverjir sem vilja tjá sig? Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Við fögnum mikið, ég fagna þessu líka, að við skulum reyna að koma þessu koppinn. Þetta algjörlega nauðsynlegt, eins og allir þekkja og það á sveitarfélagið rekur þónokkrar vatnsveitur í Rangárþingi eystra. Við eigum mikið upplýsingum til varðandi legu, lagna, stærðir og fleira. En við þurfum endilega að ná betur utan þetta. Ég held að það verið gerð, ef ég man rétt, skýrsla af verkfræðistofu fyrir Vesturlandi veitu árið 2010, þar sem hún var í rauninni svolítið greind og áætluð flutningsgeta og hvað hún ætti að endast. Og jafnvel það var líka í þeirri skýrslu svona áætlun viðhaldsframkvæmdir, af því að í rauninni erum við ekki að sinna neinu viðhaldi á veitunum okkar í dag, við erum einungis að bregðast við bílunum. Og veiturnar okkar eru margar hverjar orðnar gamlar og komnar á tíma, þannig að við þurfum að fara að gera ráð fyrir því í okkar áætlunum líka einhverju viðhaldsáætlun, þannig að við missum ekki tökin á þessu og náum að endurnýja jafnt og þétt. Þannig að ég held að við ættum að athuga með einhverja góðar stofur til þess að leiðbeina okkur í þessari vinnu. Mikið, eins og ég sagði, mikið af þessum upplýsingum til, það þarf að safna þeim saman og í rauninni greina svo flutningsgetu, greina þörfina til framtíðar. Nú náttúrulega mikið uppbygging í dreifbýlinu hjá okkur og þannig að veiturnar eru að þurfa að anna fleirum. Þannig að já, ég fagna því að við séum að vonandi förum að stað í þessa vinnu. Takk. Takk fyrir þetta, Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Rafn, gjörðu svo vel.
Já, takk á þetta. Ég tek bara undir við sveitarstjóra, við getum haldið áfram að fagna. En þetta bara gott mál og gott að taka þetta svolítið fyrir. Langaði bara aðeins að forvitnast þessu tengt. Einhvern tímann var nú talað að setja mæla á einhverja ákveðna staði á vatnslögninni til að geta svolítið metið ástandið út frá því. Hvernig fór það? Var farið á stað með það? Eða hvernig stendur það mál? Takk. Takk, Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Já, það búið að mæla væða stofnlagnir alltaf, en það samt sem áður talsvert eftir í þeirri vinnu og eins þá það búið að mæla væða en okkur vantar líka í rauninni þá kerfi til þess að geta fylgst nákvæmlega með því í rauntíma. Líkt og gert með til dæmis eins og Vatnsveitu Vestmannaeyja að það hægt að fylgjast bara með að skjá nákvæmlega hvað að gerast, hvað verið að dæla vatni og hver staðan Þannig að út úr þessari vinnu þurfum við líka að klára það einmitt hvar við þurfum að koma á mælavæðingu og eins ég held við ættum að endurskoða í rauninni reglurnar. Við erum í dag þar sem við erum að setja nýjar tengingar, erum að setja í rauninni inntaksmæla og við þurfum að halda áfram þeirri vinnu og setja aukinn kraft í það til þess að við getum líka þá farið að rukka samkvæmt notkun, þetta sé ekki einhver flatur skattur að menn borgi fyrir það sem þeir nota. En við þurfum að gera einmitt betur í þessum málum til þess að geta fylgst betur með. Takk fyrir Anton Kári. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér varðandi vatnsveitur? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir að unnið verði framtíðaráætlun fyrir vatnsveitur sveitarfélagsins, sveitarstjóra falið að óska eftir tilboðum í verki. Þeir sem það samþykkja rétt við hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 16. dagskrárliður, það landbúnaðarmál í Rangárþingi eystra. Á 20. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var eftirfarandi bókað málið. Skipulags- og umhverfisnefnd beinir því til sveitarstjórnar að setja af stað vinnu við framtíðar möguleika landbúnaðar í sveitarfélaginu, einkum með tilliti til nýtingar á góðu landbúnaðarlandi í samræmi við meðfylgjandi greinargerð. Eru einhverjir hér sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Bjarki, gjörðu svo vel. Takk á þetta. Þetta gott mál og þarna ég nú engin landbúnaðarmaður, bý ekki í dreifbýlinu og hef þess vegna ekki kannski brennandi skoðanir á hvernig þessu verður háttað. Mér langaði samt að benda á að markaðs- og atvinnumálunefnd líka eða fer með landbúnaðarmálun okkar. Þannig að ég held að vera eðlilegt að einhvern veginn að vísa þessu til þeirra eða fá þá nefnd að borðinu líka. Þannig ef að verður, sem ég tel vera bara gott mál, að verði farið og þetta verði kortlagt á einhvern hátt, að við gleymum ekki þeirri nefnd. Þau eru í rauninni landbúnaðarmálin heyra þar undir, eins og skipulags- og umhverfisnefnd. Þannig að það þessi málefni fara í gegnum stjórnsýslukerfið hjá okkur aðeins og eru með nokkra snertifleti. Takk. Takk fyrir Bjarki. Eru fleiri sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillögu skipulags- og umhverfisnefndar að skipaður verði starfshópur til að vinna verkefni. Sveitarstjórn óskar eftir áliti skipulags- og umhverfisnefndar skipan hópsins. Þeir sem þetta samþykkja rétt við hönd. Má ekki bæta þarna við atvinnur og markaðsmála eða þú veist markaðs. Ég datt sennilega út á hann þegar þú var hérna í ræðustóli. Eigum við tökum stutt fundarhlé. Já, Það leyfa marga.
gróðurhús eða gripahús. Mesta leyfða mælishæð er 6 metrar með aðliggjandi landhæð. Skipulags- og umhverfisnefnd bókar eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá les ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og að hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Réttu pent sem samþykkja það. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 19. liður, það er deiliskipulag Bergþórugerði. Lagt er til að gerð verði breyting á deiliskipulagi í Bergþórugerði á Hvolsvelli. Breytingin felst í því að íbúðum í götunni er fjölgað úr 40 í 94. Gert er ráð fyrir 66 íbúðum í 2 hæða fjölbýlishúsum með risi, 6 íbúðum í 3 parhúsum með risi og 22 íbúðum í einbýlishúsum, þar af 3 á 2 hæðum með risi. Hámarks mælishæð er 7,5 metrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og leggur til við sveitarstjórn að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2020–2032 í samræmi við meðfylgjandi deiliskipulagstillögu. Svo kemur hérna smá viðbót. Í inngangi er ekki rétt farið með bókun skipulags- og umhverfisnefndar frá 21. fundi nefndarinnar. En nefndin bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að reitur númer F1 á upprætti verði endurskoðaður með tilliti til fjölda íbúða og húsagerða. Einhver sem vill tjá sig varðandi þetta? Herra, gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta, Oddviti. Bara forvitni er mikil aukning á eftirspurn eftir svona minni íbúðum, það er að segja í fjölbýli og parhúsum. Finnst það trúlegt að þessi ástæðan fyrir þessari breytingu og bara takk fyrir. Anton Kári, takk fyrir það. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það. Já, það er í rauninni bara eftirspurn eftir allslags lóðum og það er mest eftirspurn eftir litlum lóðum annarkvort í rað- eða fjölbýlishúsum. En ekki það, okkur vantar líka og eins og er að opnast eins og ég fór yfir í minnisblaðinu upphafi, í næsta áfanga er að opnast á í rauninni margar gerðir. En þetta er langmest eftirspurnin og hún hefur í rauninni aukist núna bara dag frá degi. Þannig að það er mikil eftirspurn og við þurfum að halda vel á spöðunum og ég tel að þetta sé rétt og svo þurfum við náttúrulega að fara að huga að næsta reit með skipulagsmál. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Bjarki, gjörðu svo vel. Ég langaði að koma hérna upp og ítreka það sem ég svo sem áður sagt og hefur verið farið yfir. Það er tengingin við þessa nýskipulaða svæðis Bergþórugerðis. Það tengist inn á Vallabrautina framhjá íþróttaskóla og nú leikskóla svæðin okkar. Við erum að fjölga íbúðum úr 40 upp í yfir 90. Þetta er ríflega helmingur fjölgun á íbúðum sem við gerum ráð fyrir. Ég hafði áhyggjur af tengingunni og umferðinni sem yrði í gegnum svæðið og hef í rauninni ennþá meiri áhyggjur eftir þetta. Við höfum rætt alls konar hugmyndir þarna hvernig við getum brugðist í því. Það er náttúrulega að reikna með að umferðin fari að einhverju leyti nýjan ofanbyggðaveg, en ég held að þessi fjölgun
ýti ennþá frekar á það að sá kafli verði opnaður áður en að við byrjum framkvæmdir í þessu nýja hverfi. Þannig að við fáum ekki alla þessa umferð í gegnum þessa litlu götur sem að hýsir okkar viðkvæmustu þjónustu. Þannig að ég bara hvet til og hvet okkur áfram og við gætum að því að annaðhvort að finna lausn á því hvort að við getum veitt þessari umferð einhvers staðar annars staðar eða að fara í hraðatakmarkandi aðgerðir frekari áður en við förum þarna af stað. Takk. Takk fyrir Bjarki. Ég langar bara til þess að fagna þessu breytingu á deiliskipulagi. Það sé bara mjög mikilvægt að það sé fjölbreytni í framboði á húsnæði og þetta er bara gott skref í þá átt. Fleiri sem vilja tjá sig varðandi þetta. Ef svo er ekki þá ætla ég að lesa upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir að gerðar verði breytingar á aðalskipulagi Rangárþings eystra 2020 til 2032 varðandi fjölda íbúða á íbúðareit í B9 Bergþórugerði. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það deiliskipulag Efri Úlfsstaðir. Deiliskipulagið nær til hluta lands Efri Úlfsstaða, L16 38 53. Er að ræða 3 byggingareiti alls að stærð 4510 fermetrar. Á B1 er heimild fyrir 3 gestahúsum, hvert sig allt að 80 fermetrar stærð með mænishæð allt að 5 metrum. Á B2 er heimild fyrir 2 gestahúsum, hvert sig allt að 80 fermetrar stærð með mænishæð allt að 5 metrum. Á B3 er heimild fyrir þjónustumiðstöð allt að 300 fermetrar stærð með mænishæð allt að 6 metrum og geymsluhús, gestahús allt að 100 fermetrar stærð með mænishæð allt að 5 metrum. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Tillagan var auglýst frá 15. febrúar síðastliðinn með athugasemdafresti til og með 29. mars síðastliðinn. Í athugasemd Minjastofnunar Íslands kemur fram að við vettvangsskoðun hafi verið búið að raska svæðinu þar sem gestahús eiga að rísa. Samkvæmt minjaverði sáust ekki ummerki mannvist í þeim sniðum sem voru sýnileg. Skipulags- og umhverfisnefnd tekur undir orð Minjastofnunar að ekki sé gefið út framkvæmdaleyfi fyrr en Minjastofnun hafi gefist kostur á að veita umsögn framkvæmdina. Einnig er minnt á að ef fornminjar sem áður voru ókunnar finnast við framkvæmd verks skal sá sem fyrir því stendur stöðva framkvæmd án tafar og hafa samband við Minjastofnun Íslands. Í athugasemd Vegagerðarinnar kemur fram að sýna í raunverulega legu núverandi tenginga að úlstöðum og aftengja skuli tengingar gamla vegarins frá núverandi vegi í báða enda. Í uppfærðri tillögu er búið að bregðast við athugasemd Vegagerðarinnar, skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og leggur til sveitarstjórn að hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna og hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem það samþykkja rétt upp hönd, það er samþykkt samhljóða. 21. dagskrárliður deiliskipulag Rauðsbakki. Hrísey ehf. Óskar eftir því að fá heimild til deiliskipulagsgerðar á lóðinni Rauðsbakki 2 L225586. Gert er ráð fyrir 1000 fermetra viðbyggingu við núverandi byggingu á allt að 2 hæðum, ásamt allt að 100 fermetra byggingu fyrir sána, baðhús og aðra heilsutengda þjónustu. Hámarksbyggingamagn á lóðinni verður 2400 fermetrar og hámarkshæð bygginga
allt að 8 metrar. Hæð núverandi húss 7 metrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókar eftirfarandi málið. Samþykkt var á 19. fundi skipulags- og umhverfisnefndar að áður en tillagan yrði samþykkt í sveitarstjórn þá þyrfti að gera breytingar á orðalagi í kafla 2.2 í greinargerð. Uppfærði tillögu sem liggur fyrir fundinum búið að gera breytingu á orðalagi í fyrrnefndum kafla greinargerðarinnar. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og leggur til við sveitarstjórn að hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og að hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá komið að 20. og öðrum dagskrárlið. Það deiliskipulag Eystra-Seljaland, F2 og F3. Aðalfoss EHF óskar eftir því að gera breytingu á deiliskipulagi á Eystra-Seljalandi. Varðandi lóðirnar F2 og F3. Á lóð F2 verður heimilt að byggja allt að 600 fermetra gisti- og þjónustuhús í 2-3 mannvirkjum fyrir ferðamenn og starfsfólk. Á lóð F3 verður heimilt að byggja allt að 600 fermetra gisti- og þjónustuhús í 2-3 mannvirkjum fyrir ferðamenn og starfsfólk. Hámarksmælishæð 6 metra með hæð jarðvegs í umhverfi hússins. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Á 4. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var lagt til við sveitarstjórn að afgreiðslu málsins yrði frestað vegna óvissu öflun neysluvatns. Á 301. fundi sveitarstjórnar var afgreiðslu málsins frestað. Í uppfærðri greinargerð skipulags búið að bregðast við athugasemdir vegna öflunar neysluvatns. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og leggur til við sveitarstjórn að hún verði afgreidd í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Eru einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki, þá lesi ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir tillöguna og hún verði send Skipulagsstofnun til yfirferðar í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja réttið upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá það liður 23 á dagskrá fundarins, það deiliskipulag Kirkjulækjar lóð 2. Jana Flívegóa óskar eftir að deiliskipuleggja ca. 1,5 hektara svæði í landi Kirkjulækjarkots lóð 2 L190740. Gert ráð fyrir íbúðarhúsi, bílskúr og gestahúsi. Heildarbyggingamagn ca. 250 fermetrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Tillagan var auglýst frá 15. febrúar síðastliðinn með athugasemdafresti til og með 29. mars síðastliðinn. Í athugasemd Vegagerðarinnar bent á að heimilt sé að vera með að lágmarki 50 metra á milli tenginga ef hámarkshraði á vegi undir 70 km á klukkustund, annars hámarksfjarlægð 100 metrar á vegum með 90 km á klukkustund. Kirkjulækjarkotsvegur 265.401 héraðsvegur með bundnu slitlagi með hámarkshraða 90 km á klukkustund. Skipulags- og umhverfisnefnd bendir á að vegurinn skráður af vegtegund D samkvæmt vegskrá með skilgreininguna einnar akreinar vegur með útskotum. Breidd 4 metrar og ADU undir 50. Skipulags- og umhverfisnefnd felur skipulags- og byggingarfulltrúa að vinna málið áfram með Vegagerðinni að því markmiði að hámarkshraði á Kirkjulækjarkotsvegi verði lækkaður. Afgreiðslu málsins frestað. Einhverju sem vill tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og frestar afgreiðslu málsins. Þeir sem samþykkja það, réttu upp hönd, það samþykkt samhljóða. Þá það liður 24, deiliskipulag Bakkafit.
Haukur Garðarsson óskar eftir því að fá að deiliskipuleggja lóðina Bakkafit, Vinnusvega Fagrahlíð, L 179457 sem 17 hektarar að stærð. Í meðfylgjandi skipulagslýsingu kemur fram að markmiðið með deiliskipulagsgerð sé að gera ráð fyrir afmörkun lóðar, aðkomu og byggingarreit. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og að hún verði auglýst í samræmi við 40. grein skipulagslaga nr. 123/2010 ásamt því að vera send á umsagnaraðila. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir framkomna lýsingu verkefnisins og hún verði kynnt almenningi og hagsmunaaðilum í samræmi við 40. grein skipulagslaga 123/2010. Þeir sem samþykkja það rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá það liður 25, það er deiliskipulag Laxhof. Tímó Reimers óskar eftir breytingu á deiliskipulagi fyrir Laxhof L 2285/96 samkvæmt meðfylgjandi uppdrætti. Breytingin felst í að byggingarreit skipt upp í 2. Heimilt verður að byggja alltaf 220 fermetra einbýlishús og 130 fermetra hesthús og 50 fermetra gestahús. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja það réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá það liður 26. Það deiliskipulag Miðeyjarhólmur. Deiliskipulagið tekur til jarðarinnar Miðeyjarhólms L 1638/84. Fyrirhugað að stofna lögbýli á jörðinni og stunda þar landbúnað. Innan byggingarreits B1 gert ráð fyrir 2 íbúðarhúsum, hvort sig allt að 600 fermetrar að stærð, 3 frístundahúsum, hvert sig allt að 250 fermetrar að stærð og landbúnaðarbyggingum sem að heildarstærð allt að 5800 fermetrar. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki þá les ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og að hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þeir sem samþykkja það réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá það liður 27. Deiliskipulag Eystra-Seljaland. Suðurhús EHF óska eftir heimild til þess að gera deiliskipulag á jörðinni Eystra-Seljaland L 163760. Að ræða byggingu á 2 hæða hóteli með allt að 120 herbergjum og veitingastað því tengdu. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að skipulagsgerð verði heimilið. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir að heimila deiliskipulagsgerð og að gerð verði breyting á aðalskipulagi Rangárþings Eystra 2020-2032 þar sem tekið verður saman lýsing á skipulagsverkefninu. Þeir sem að samþykkja þessu bókun réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá það liður 28 á dagskrá, það deiliskipulag Litla Dímon. South Coast Adventure EHF óskar eftir heimild til deiliskipulagsgerðar í samræmi við meðfylgjandi skipulagsgögn. Að ræða cirka 3,5 hektara spildu úr landi Litla Dímon L 230219. Tillagan gerir ráð fyrir uppbyggingu tjaldsvæðis og tengdrar þjónustu. Innan byggingarreits B1 gert ráð fyrir allt að 200 fermetra aðstöðuhúsi með allt að 6 metra mænishæð miðað við gólfplötu. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga
númer 123/2010. Eru einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo er ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir tillöguna og hún verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Þeir sem samþykkja það rétturhönd, samþykkt samhljóða. Nú tökum við stutt fundarhlé.
Velkomin aftur til fundar. Næsta mál á dagskrá er mál númer 29. Það er framkvæmdaleyfi ráðagerði. Málinu var að ósk umsækjenda framkvæmdaleyfi frestað á 311. fundi sveitarstjórnar. Sigurborg Þ. Óskarsdóttir óskar eftir framkvæmdaleyfi til efnistöku, hugsetningar og landmótunar við gerð tjarna í landi ráðagerðis L22 49 47 samkvæmt meðfylgjandi umsókn. Dagsettri 20.2.2021 skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Á 4. fundi skipulags- og umhverfisnefndar var samþykkt að leggja til við sveitarstjórn að falla frá fyrirhugaðri aðalskipulagsbreytingu að heimila svæði til efnistöku innan frístundabyggðar í ráðagerði. Á 303. fundi sveitarstjórnar var samþykkt að falla frá aðalskipulagsbreytingu varðandi breytta landnotkun á svæðinu. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að skilyrða framkvæmdaleyfi við gerð hljóðmanna, landmótunar og til vegagerðar á svæðinu í samræmi við gildandi deiliskipulag frístundabyggðar, það er ekki verði efnisflutning af svæðinu að ræða. Framkvæmdaleyfi gildir tímabundið til 1. september 2023. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Eftir að fundarboð var sent út barst ósk frá landeiganda að fresta fullnaðarafgreiðslu málsins öðru sinni vegna gagnaöflunar. Sveitarstjórn hafnar umbeðinni frestun, sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir veitingu framkvæmdaleyfis. Þeir sem samþykkja þetta réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 30. liður á dagskrá fundarins. Það er umsókn framkvæmdaleyfi efnistaka náma E54 Hólmatagl. Specian EHF óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir efnistöku úr námu E54 sem staðsett er í Hólmatagli L23 46 45 í samræmi við meðfylgjandi umsókn dagsetta 21. mars 2023. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til í sveitarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt. Skipulags- og umhverfisnefnd vísar til almennra regla í aðalskipulagi umgengni og frágang á efnistöku svæðis. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykkir veitingu framkvæmdaleyfis. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 31 á dagskrá. Það er umsókn framkvæmdaleyfi Rimakotslína 2. Fyrir hönd Landsnets óskar Mannvita eftir framkvæmdaleyfi fyrir lagningu jarðstrengja Rimakotslínu 2 í samræmi við meðfylgjandi gögn dagsett 20. mars 2023. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að framkvæmdaleyfi verði veitt með fyrirvara samþykki landeiganda. Einhverjir sem vilja tjá sig hér? Ef svo ekki, þá ber ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjórn samþykkir að veita framkvæmdaleyfi með fyrirvara samþykki landeiganda sem hagsmuna eiga að gæta. Þeir sem samþykkja það réttu upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 32 á dagskrá, breytt skráning fasteignar Rein 3. Jón Þórir Óskarsson og Sigríður Ingunn Magnúsdóttir óska eftir að frístundahús í Rein 3 L23 3907 verði skilgreint sem íbúðar og skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd hafnar beiðninni þar sem hún er ekki í samræmi við gildandi deiliskipulag á svæðinu.
einhverjum sem vilja tjá sig varðandi þennan lið. Ef svo ekki ber ég upp eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og hafnar beiðninni. Þeir sem að samþykkja bókunina réttu upp hönd. Hún samþykkt samhljóða. Þá það liður 33. Breytt skráning landareigna Skíðbakki 2 lóð. Elvar Eyvindsson óskar eftir breyttri skráningu staðfanga. Núverandi staðfanga Skíðbakki 2 lóð en óskar eftir að fá því breytt í Skíðbakki 2B. Skipulags- og umhverfisnefnd bókar eftirfarandi málið. Breytingin var að 2 staðföng, það að segja Skíðbakki 2 lóð L1944-69 sem fær staðfangi Skíðbakki 2B og Skíðbakki 2 lóð L1794-60 sem fær staðfangi Skíðbakki 2A. Skipulags- og umhverfisnefnd gerir ekki athugasemd við breytingu fyrrgreindra 2 staðfanga á Skíðbakka 2 lóð. Einhverjir sem vilja tjá sig hér, ef svo ekki, þá ber ég fram eftirfarandi bókun til samþykktar. Sveitarstjórn staðfestir bókun skipulags- og umhverfisnefndar og samþykki breytingu staðfanga á Skíðbakka 2 lóð. Þeir sem samþykkja það réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það mál 34 á dagskrá, breytt skráning landeignar Hallgerðartún staðföng. Lagt til að staðföngum verði breytt í samræmi við breytingu á deiliskipulagi í Hallgerðartúni sem samþykkt var í sveitarstjórn 8. september 2022. Skipulags- og umhverfisnefnd bókaði eftirfarandi málið. Skipulags- og umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að staðföng við Hallgerðartún verði breytt í samræmi við meðfylgjandi tillögu. Einhverjir sem vilja tjá sig hér, ef svo ekki þá les ég upp eftirfarandi bókun til staðfestingar. Sveitarstjórn samþykkir meðfylgjandi tillögu að breytingu á staðföngum í Hallgerðartúni. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 30 og 35. liður, umsögn rekstrarleyfi, Brattahlíð Iceland Adventure ehf. Sýslumaður Suðurlands óskar eftir umsögn vegna umsóknar Tómasar Magnússonar fyrir leyfi til rekstrar gististaðar í flokki 2C, minna gistiheimili að Hvolsvegi 19A, 860 Hvolsvelli. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki, þá les ég eftirfarandi bókun upp til samþykktar. Sveitarstjóra falið að veita umsögn þegar umsögnar aðilar á vegum sveitarfélagsins hafa veitt sína umsögn. Þeir sem samþykkja þetta réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Þá það 30. og 7. liður. Þar umsókn tækifærisleyfi dansleikur í Njálsbúð. Sýslumaður Suðurlandi óskar eftir umsókn sveitarfélagsins vegna umsóknar tónræktarinnar tækifærisleyfi vegna dansleiks í félagsheimilinu Njálsbúð. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki, les ég eftirfarandi upp til samþykktar. Viðburður hefur þegar farið fram og sveitarstjóri veitt umsókn fyrir hönd sveitarfélagsins. Þeir sem samþykkja það réttu upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá við komin í 37. lið. Þá taka við hérna fundargerðir og fyrst að fundargerðin í 37. lið byggðaráð 229. fundur og hún lögð fram til staðfestingar. Fundargerð 229. byggðaráðs. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða. Og 38. dagskrárliður byggðaráð 230. fundur. Lögð fram til staðfestingar fundargerð 230. fundar byggðaráðs. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki, þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem það samþykkja réttu upp hönd. Það samþykkt samhljóða.
Og þá erum við komin í 39. lið, það skipulags- og umhverfisnefnd. 17. fundur, lögð fram til staðfestingar fundargerð 17. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Hvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða, Guri, gjörðu svo vel. Takk fyrir oddviti. Það er varðandi annan lið með fundargerðar, lausaganga búfjár í Rangárþingi eystra. Það sem nefndin bókaði að hún lagði til að sveitarfélagið afli sér upplýsingar sambærilegar framkvæmdir í öðrum sveitarfélögum og það sem vel hefur tekist. Jafnframt leggur nefndin til að sótt verði styrk til vegagerðarinnar. Er það ekki eitthvað sem við þurfum að taka afstöðu til? Þetta mál, eitt og sér. Takk fyrir þetta, Guri. Anton Kári, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, oddviti. Þetta kemur í kjölfar, þetta er náttúrulega gömul fundargerð sem talsvert gömul. Það er mikið að gera í skipulagsmálum eins og við komum inn á. En þarna er í rauninni bara nefndin samþykkir að afla upplýsinga og ég sé ekki að þessi sveitarstjórnar í rauninni að þurfa endilega að taka ákvörðun varðandi það. En svo kemur þarna jafnframt leggur nefndin til að sótt verði styrk til vegagerðarinnar. Það segir sjálft að áður við förum í eitthvað svoleiðis af því að þetta var í rauninni eins og kom fram á þessum fundi er að vegagerðin er tilbúin að greiða helmingskostnaðar og sveitarfélag hitt og svoleiðis ákvarðanir verða náttúrulega auðvitað ekki teknar án aðkomu byggðarráðs og sveitarstjórnar. En ég held að þetta verkefni það er í vinnslu inn á skipulags- og byggingarfulltrúaembætti og vonandi fáum við eitthvað heyra af því bráðlega varðandi það þessar upplýsingar sem er búið að safna. Takk. Takk fyrir Anton Kári. Eitthvað fleira í þessari fundargerð sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki þá legg ég fram til staðfestingar fundargerð 17. fundar skipulags- og umhverfisnefndar í heild sinni þeir sem samþykkja réttið pönt. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 40. liður, það er skipulags- og umhverfisnefnd, 18. fundur lögð fram til staðfestingar fundargerð 18. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Er eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða frekar? Ef svo er ekki þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni þeir sem samþykkja það réttið pönt. Það er samþykkt samhljóða. Og 40. og 1. dagskrárliður fundarins, það er skipulags- og umhverfisnefnd 19. fundur, lögð fram til staðfestingar fundargerð 19. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni, þeir sem það samþykkja réttið pönt, samþykkt samhljóða. Og þá er það 42. liður, það er skipulags- og umhverfisnefnd 20. fundur, lögð fram til staðfestingar fundargerð 20. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo er ekki þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni þeir sem hana staðfesta réttið pönt, það er staðfest með öllum greiddum atkvæðum. 40. og 3. mál á dagskrá er skipulags- og umhverfisnefnd 20. og 1. fundur lögð fram til staðfestingar fundargerð 21. fundar skipulags- og umhverfisnefndar. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða frekar? Ef svo er ekki að þá legg ég fram 21. fundargerð skipulags- og umhverfisnefndar til staðfestingar í heild sinni þeir sem hana staðfesta réttið pönt. Það er staðfest með öllum greiddum atkvæðum. Þá er það liður 44, það er fjölskyldunefnd 7. fundur. Það er eitt mál þarna sem að við þurfum að taka og afgreiða sérstaklega, 44.4. Ég ætla bara að bera það upp áður en við staðfestum fundargerðina í heild sinni. 44.4, Hvolsskóli lengd
lengri opnun á skólaskjóli að vori 2023. Fjölskyldunefnd leggur til að sveitarstjórn samþykki lengri opnun skólaskjóls til 5. júní 2023. Einhverjir sem vilja tjá sig varðandi þetta? Ef svo ekki þá langar mig til að leggja fram eftirfarandi bókun varðandi þennan lið. Sveitarstjórn staðfesti bókun fjölskyldunefndar og samþykki lengri opnun skólaskjóls til 5. júní 2023. Þeir sem samþykkja það, réttið upp hönd. Það samþykkt samhljóða og þá förum við og tökum fundargerðina fyrir í heild sinni. Lögfestingar fundargerð 7. fundar fjölskyldunefndar. Eitthvað þarna sem fundarmenn vilja ræða. Ef svo ekki þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana staðfesta réttið upp hönd. Hún staðfest með öllum greiddum atkvæðum. Þá það 45. mál. Það heilsu íþrótta- og æskulýðsnefnd. 50. og 7. fundur lögð fram til staðfestingar fundargerð 57. fundar heilsu íþrótta- og æskulýðsnefndar. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana staðfesta réttið upp hönd. Hún staðfest með öllum greiddum atkvæðum og þá það 40. og 7. mál á dagskrá. Það markaðs- og menningarnefnd 7. fundur lögð fram til staðfestingar fundargerð 7. fundar markaðs- og menningarnefndar. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Ef svo ekki þá legg ég fundargerðina fram til staðfestingar í heild sinni. Þeir sem hana staðfesta rétt upp hönd. Hún staðfest. Var ég ekki búinn að, óska eftir staðfestingu. Þá það 47. liður á dagskrá, SAS 594. fundur stjórnar, lögð fram til umræðu, 594. fundur stjórnar SAS. Eitthvað þarna sem að fundarmenn vilja ræða? Svo ekki þá förum við í næsta lið. Það 48. liður á dagskrá, Bergrisinn, 52. fundur stjórnar, 17. febrúar 2023. Lögð fram til umræðu fundargerð 52. fundar stjórnar Bergrissans. Eitthvað þarna sem menn vilja ræða? Ef ekki þá höldum við áfram í 49. lið. Það 24. fundur svæðisskipulagsnefndar Suðurhálendisins. Lögð fram til umræðu fundargerð 24. fundar svæðisskipulagsnefndar Suðurhálendisins. Lagt fram einhverju sem að vilja ræða eitthvað þarna, en svo ekki þá höldum við áfram í 50. lið og það 227. fundur heilbrigðisnefndar Suðurlands. Lögð fram til umræðu fundargerð 594. fundar heilbrigðisnefndar Suðurlands. Eitthvað þarna? Nei, þá höldum við áfram í 51. lið. Það styrktarsjóður EBI, ósk eftir umsókn vegna úthlutunar 2023. Lagt fram bréf styrktarsjóðs EBI þar sem óskað eftir umsókn í sjóðinn. Þeir sem vilja tjá sig varðandi þennan lið? Ef svo ekki þá höldum við áfram og förum í 52. lið. Það drög að umsögn hvítbók í málefnum sveitarfélaga. Lögð fram til kynningar umsögn Sambands íslenskra sveitarfélaga hvítbók í málefnum sveitarfélaga. Það enginn sem vill undir þessum lið, þá höldum við áfram. Rangárhöllin, það 53. liður á dagskrá. Aðalfundarboð, lagt fram til kynningar aðalfundarboð Rangárhallarinnar. Aðalfundurinn fer fram mánudaginn 17. apríl kl. 20 í Rangárhöllin og Hellu. Þetta til kynningar og þá förum við í 54. lið sem jafnframt
síðasti dagskrárliður á dagskrá fundarins. Það er Rangárbakkar, aðalfundarboð, lagt fram til kynningar aðalfundarboð Rangárbakka. Aðalfundurinn fer fram mánudaginn 17. apríl kl. 20:30 í Rangárhöllinni á Hellu. Einhverjir sem vilja tjá sig þar. Ef svo er ekki, þá gerum við ekki fleira og fundi er þá slitið.